Komið í sæl elskunnar og komið í sæl eldmerki. Þessi lestur er fyrir eldmerkin hrútt, ljón og bógamann. Og þessa vikuna erum við að einblína á erfið samskipti. Megnið af því sem að fer fram í svona lesturum eða miðlun hefur með samskipti við aðra að gera, bæði á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Og það er eitt af okkar stærstu verkefnum í lífinu bara, það er að eiga samskipti við annað fólk. Þannig að ef að þú, kæra eldmerki, ert í erfiðum samskiptum við einhvern, það getur verið fjölskyldumeðlimur eða ástvinur eða systkini, börn, hver sem er, þá er þetta lesturinn fyrir þig. Þú skulum sjá. Það fyrsta sem ég sé er manneskja sem er föst. Hún er föst í sínum eigin hugsunum og hindrar sjálfa sig í að halda áfram eða stíga skref. Þetta er mjög líklega þú, kæra eldmerki, en þetta gæti líka verið manneskjan sem umræðir í samskiptunum sem við töluðum Í upphafi er eins og þú hafir haft góða trú á að ykkar samskipti yrðu góð og jákvæð og hlutir myndu ganga eftir, en eitthvað babb hefur komið í bátinn. Það er verið að benda þér á styrkinn sem þú hefur. Þú hefur aðgang að ómældum styrk. Andlegur styrkur, aðallega. Og það er eitthvað sem á eftir að gagnast þér vel við að leysa þessi erfiðu samskipti sem er eins og vatn. Það er að segja vatn sem smýgur allstaðar og finnur sér leiðir framhjá hindrunum. Þannig að það er eitt af því sem að þú ættir að fókusera á, kæra eldmerki, að finna leiðir framhjá hindrunum sem að þú sérð standa í vegi fyrir þér. En önnur ábending er líka það að hindranirnar eru oft bara í okkar eigin huga. Þannig að það sem þú sérð sem hindrun hefur ef til vill minna vægi heldur en þú heldur. Hluti af þessum samskiptum er gamalt. Það er að segja gömul samskipti, gamlir erfiðleikar, eitthvað sem að hefur komið upp á og hefur áhrif á það sem að er að gerast í dag. Þú þarft að reyna eins og mögulega er hægt að sleppa þessum gömlu erfiðleikum og láta þá ekki hafa áhrif á málin í dag. Það er verið að benda þér á að fyrirgefa, það er verið að benda þér á að ef að viðkomandi sem að þú ert að fást við, kæra eldmerki, er einhver sem þið þykir vænt að hafa það þá í forgrunni, að sýna væntumþykju, sýna kærleika og líka ef að einhver sýnir þér kærleika, að taka við honum án þess að hafa einhverjar efasemdir eða án þess að gera það með skilyrðum. Því að það er verið að benda á skilyrðislausan kærleika eða ást sem að oft er upp á borðum þegar
foreldrar og börn að ræða. Og það verið að benda á hversu mikilvægt það að muna að það skilyrðislaus kærleikur til staðar, hvort sem að hann frá hinum aðilanum eða frá þér. Tengsl ykkar geta líka verið þannig og þau hafa alltaf verið kærleiksrík í gegnum tíðina, en þessir erfiðleikar svolítið að setja hlutina í bremsu. Það getur verið að þið séu elskendur, hjón, sambúðarfólk sem eru komin á einhvern stað í ykkar sambandi þar sem að samskiptin allt í einu orðin stirð og erfið. En þá aftur verið að tala þessa að finna leið fram hjá erfiðleikum, að leita í andlegan styrk og að leita líka í nærumhverfið að leita leiða í nærumhverfinu, kannski til ykkar nánustu eða hreinlega í náttúruna eða einhvers staðar þar sem að þið finnið styrk. Það getur verið að náttúran veit ykkur styrk, svo sannarlega, og þessi flotti foss hérna náttúruafl út af fyrir sig. Þið finnið ykkar leið, en þið búið yfir miklum andlegum styrk. Það eru skilaboðin hérna og þið megi ekki gleyma því. En umfram allt, það kærleikurinn sem hérna við völd, og leið og málin eru rædd með kærleikana leiðarljósi, opnast dyr að allsnægtum, opnast dyr að einhverju sem stórkostlegt, sem að þið kannski ekki ímynda ykkur að myndi verða ykkar. En til þess að svo megi verða, þá þarf að gera hérna ákveðið plan. Það þarf að setja upp ákveðnar leiðir, ákveðnar rútínur ef til vill. Það getur verið að það þurfi að skrifa undir samninga. Allavega að þú, kæra eldmerki, hafir einhvers konar plan í huga hvernig þú ætlar að láta hlutina ganga upp. Það getur verið að það þurfi að taka nokkur skref. Taka þetta í skrefum, taka lítinn bita í einu. Myndi mig á brandarann hérna, hvernig borðar maður fíl? Bara einn bit í einu. Ætla ekki að gleypa málin öll í einu bita, heldur gera þetta smátt og smátt. Ég hef fulla trú á að þessi samskipti muni leysast, þessi erfiðu samskipti, og það sem svo sterkt hérna að þetta allt í hausnum á þér eða ykkur, og það í raun og veru kannski ekki fótur fyrir þessu þegar að betur að gáð. Ég ætla að draga hérna fleiri spil. Afsakið, akkúrat það sem ég var að segja. Þetta þýðir fölsk saga eða eitthvað á þá leið. Þið sjáu hérna engil og djöful. Varastu söguna sem þú ert að segja sjálfum þér eða sjálfri þér. Að vera með neikvæða sögu eða svona neikvæða spólu í gangi rífur þig bara niður og ekki sannleikurinn. Stoppa að hætta að hlusta það sem að egóið segir þér. Það bara blekking, og
gamlar það kom upp í öðrum lestri það sem búið að innræta þér, gamlar innrætingar. Allar neikvæðar hugsanir og allt neikvætt sem þú segir þarftu að þú þarft að segja eitthvað þrennt jákvætt fyrir allt neikvætt sem þú segir eða hugsar. 3 jákvæð orð fyrir 1 neikvætt orð. Og sjáðu sannleikann, sjáðu hver þú ert, þú ert vitur, stórkostlegur og ljómandi. Eða stórkostleg við eldmerkin. Það er nefnilega málið. Hugurinn stoppar okkur og ótrúlega spólur sem fara oft í gang ef við leyfum þeim það. Svo fáum við annað spil sem mótvægi. Í því gæti verið einhver lausn. Sko, gömul sár, gömul munstur. Við draugum að okkur þar sem við þurfum að heila. Stundum draugum við okkur sömu týpur af fólki eða kringumstæðum og það er ekki alltaf það besta fyrir okkur. Þangað til að við áttum okkur á því hvað það er sem við þurfum að heila og sleppa, þá mun þessi hringur halda áfram. Farið inn á við og reyna að heila sársaukinn, lag fyrir lag, til að finna gleðina á ný. Ég heyrði einhvern lýsa að sársaukin getur verið eins og laukur. Það er alltaf nýtt lag fyrir innan þetta lag, en það minnkar alltaf eftir því sem maður fer innar. Það er sem sagt greinilega eitthvað gamalt sem er að hafa áhrif á þessi samskipti í dag. Það getur verið innra með þér, það getur verið innra með hinum aðilunum. Ef til vill er það maður, því að maðurinn er með hjartað. Þetta getur verið manneskja sem er bara með þessa orku, þetta þarf ekki að vera sem sagt maður. Og þetta er greinilega eitthvað gamalt sem er að trufla og skapa hindranir og valda því að þið eru föst, þú ert fastur í hausnum á okkur og komist ekki áfram. Jepp, svo mörg voru þau orð. 1 tunglspil fáið þið. Hrútur, ljón og bogamaður. Skálda svona hluti. Þú ert, mitt kæra eldmerki, nógu falleg, nógu góð, nógu klár. Þú ert nógu, þú hefur nægan kraft, þú hefur nægan kærleika og þú hefur nægt umburðarlyndi í þér til að gera það sem þarf að gera, til að bæta stöðuna. Ef til vill mun það taka tíma, án þess að ég sé að festa tíman við þetta, en þetta er meyjan hér sem er á þessu spili. Meyjan byrjar í ágúst, seinni part ágúst og er fram í seinni part september. Meyjan er mjög gagnrýnin. Hún er gagnrýnin bæði á aðra og sjálfa sig. Þannig að ef til vill er þetta líka vísbending til þín að sleppa nú gagnrýninni á sjálfa sig, sleppa því að festast í hugsunum sínum
og láta kærleikann bara ráða til að öðlast þessar allsnægtir sem að bíða eftir þér. Síðasta spilið, kæru eldmerki. Innri styrkur. Gefðu mér hugrekki og kraft til að gera það sem þarf að gera. Þetta er loka spilið ykkar, þetta eru loka orðin í þessum lestri, það er innri styrkurinn ykkar. Hvað var ég að segja áðan? Þið búið yfir miklum innri styrk. Kastið þessum gamlu hugmyndum ykkar út gluggann, leyfið kærleikanum að koma upp á yfirborðið. Með því heiliði þessi innri sár sem eru að stoppa ykkur. Takið við allsnægtunum sem eru að fara að flæða til ykkar. Búið til plan. Frábært. Þessi samskipti munu leysast fyrr en varir. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og horfa. Sendi ykkur ljós og kærleika.